Lífeyrissjóðirnir töpuðu rúmum 4 milljörðum króna þegar kröfuhafar yfirtóku olíufélagið N1. Líklegt að Arion banki og Íslandsbanki þurfa að afskrifa í kringum 20 milljarða króna vegna viðskiptanna. Komið þið sæl. Íslenskir lífeyrissjóðir töpuðu 4,5 milljarði króna þegar gengið var frá samningum við kröfuhafa olíufélagsins N1. Íslandsbanki og Arion gætu tapað 20 milljörðum króna á þessum viðskiptum. Heildarkröfur í N1 samstæðuna, það er að segja olíufélagið N1, móðurfélagið BNT og fasteignafélagið Umtak, námu 53 milljörðum króna þegar gengið var frá samningu við lánardrottna í lok júní. Þá var meirihluta skuldana breytt í hlutafé og félagið tekið yfir af kröfuhöfum. Milljarðar króna voru hins vegar afskrifaðir í þessum gjörningi. Lífeyrissjóðirnir áttu stærstan hluta af skuldabréfum í N1 sem nam 14% af heildarkröfum í samstæðuna. Andvirði skuldabréfanna var 7,4 milljarðar króna. Samkvæmt samningunum var 3 milljörðum króna breytt í hlutafé en afgangurinn 4,4 milljarðar króna afskrifaður. Arion banki átti stærstu kröfuna upp á 25 milljarða króna í Umtaki fasteignafélagi N1. Sú krafa nam 40% af heildarkröfum í samstæðuna. Samkvæmt samningunum fær Arion banki 39% hlut í N1, auk rúmra 5 milljarða í formi skuldabréfs. Það kemur svo í ljós þegar félagið verður selt hversu mikið bankinn þarf að afskrifa. Talið er að virði N1 í dag sé á bilinu 20 til 25 milljarðar króna. Miðað við það er líklegt að Arion þurfa að afskrifa á bilinu 10 til 12 milljarðar króna. Þó má gera ráð fyrir því að nú þegar hafi verið tekið tillit til þess í bókum bankans. Íslandsbanki átti 18,5 milljarða króna kröfu í BNT og N1. Samkvæmt samningunum fær Íslandsbanki 32% hlut í N1. Miðað við áðurnefndar forsendur er líklegt að bankinn þurfa að afskrifa 10 til 12 milljarða króna. Loks átti Glitnir 2,6 milljarðar kröfu en Íslandsbanki eignast á kröfu þar sem ekki náðu samningar við Glitni. Aðrar kröfur voru lægri. Af þeim lífeyrissjóðum sem samþykktu afskriftir krafna í N1 tapa almenni lífeyrissjóðurinn, Stafir og sameinaði lífeyrissjóðurinn mest. Hver þeirra tapar 100 milljóna króna. 15 lífeyrissjóðir tapa fjármunum með yfirtöku kröfuhafa á N1. Mest er tapið hjá almenna lífeyrissjóðnum, Stöfum og sameinaða lífeyrissjóðnum. Íslensku lífeyrissjóðirnir töpuðu alls 4,4 milljörðum króna þegar þeir og aðrir kröfuhafar yfirtóku fyrirtækið. Heildar kröfur í það námu 53 milljörðum króna. Lífeyrissjóðirnir áttu stærstan hluta af skuldabréfum í N1 sem nam 14% af heildar kröfum í samstæðuna. Andvirði skuldabréfanna var 7,4 milljarðar króna. Lífeyrissjóðirnir féllust á að breyta kröfum sínum í hlutafé. 15 lífeyrissjóði er að ræða. Eignarhlutur þeirra í N1 eftir endurskipulagningu sýnir hvað þeir áttu mikið bundið í skuldabréfum fyrir yfirtökuna. Almenni lífeyrissjóðurinn á nú mest þeirra eða 2,71%. Á bakvið þá prósentu eru skuldabréf fyrir 6 til 700 milljónir sem skrifuð hafa verið niður 60% eða og yfir 400 milljónir króna. Stafir eiga næst mest eða 2,62%, sameinaði lífeyrissjóðurinn 2,13%, Stapi 1,92%, Gildi 1,49% og aðrir eða undir 1%. Arion banki á eftir yfirtökuna 39% hlut í N1, auk rúmra 5 milljarða í formi skuldabréfs og Íslandsbanki á 32% hlut. Miðað við forsendur sem áður hafa verið nefndar er gert ráð fyrir að bankarnir afskrifi 10 til 12 milljarða króna hvor.